Verið hjartanlega velkomin á úthlutunarhátíð uppbyggingasjóðs Norðurlands Eystra 2022. Eyþór Björnsson, framkvæmdastjóri SSNE, Samtaka sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi Eystra, ætlar að hefja leika. Gjörið þið svo vel. Verið velkomin á rafræna úthlutunarhátíð uppbyggingasjóðs 2022. Uppbyggingasjóður samkeppnissjóður sem hefur það hlutverk að styrkja verkefni sem falla að sóknaráætlun okkar hér á Norðurlandi Eystra. Hugmyndafræðin svo að með þessu móti erum við að færa ákvarðanir og fjármuni heim í hérað. Sjóðurinn því mikilvægt verkfæri SSNE til að vinna þeim markmiðum sem eru sett fram í sóknaráætlun. Sóknaráætlun landshluta í raun nýsköpun í stjórnsýslu og sameiginlegt verkefni ríkis og sveitarfélaga sem ýtir undir markvissara samtal stjórnsýslustiga. Markmiðið að auka samkeppnishæfni, treysta stoðir menningar og stuðla jákvæðri samfélags- og byggðaþróun. Landshlutasamtök sveitarfélaga sjá framkvæmd sóknaráætlana með 5 ára samningu við ríkið. Ásamt svæðisbundum áherslum taka þær mið af annarri stefnumótun, svo sem byggðaáætlun, loftslagsstefnu og heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna. Þær eru unnar í opnu samráðsferli og stefnumörkun byggir á þekkingu heimafólks. Ég hvet ykkur til að kynna ykkur sóknaráætlun Norðurlands Eystra en hana má finna á heimasíðu okkar ssne.is. Þar jafnframt að finna möguleika á að skrá sig í samráðsvettvang sóknaráætlunar en í þeim hópi gefst tækifæri til að rýna núverandi áherslur og hafa áhrif á komandi áherslur. Í ár 8. árið sem við veitum styrki úr uppbyggingasjóði Norðurlands Eystra. Það ákaflega ánægilegt og hvetjandi að fylgjast með okkar öfluga fólki, hugmyndaauðgi, frumkvöðlahugsun og atorkusemi. Og sjá að sjóðurinn getur aðstoða fólk við að fylgja verkefni sínum úr hlaði, samfélaginu öllu til heilla. Ég ætla að ljúka máli mínu með því að kynna inn eitt slíkt verkefni sem hefur vaxið og dafnað meðal annars með tilstöðlan fjármagns frá uppbyggingasjóði. Solar Vertical, gjörðu svo vel. Kæru styrkþegar, til hamingju með styrkin. Ég heiti Birkir Baldvinsson og verkefnastjóri fjallahlaupsins Solar Vertical. Haustið 2019 sættist ég niður með nokkrum góðum hlaupafélögum með það að markmiði að efla hlaupið og gera það alþjóðlegum viðburði. En til þess þurfti úthald, dugnað og peninga og enga áttum við peningana þannig að við sóttum styrk. Við vorum svo heppin að fá styrk fyrir hlaupinu 2020 og nýttum þá í umgjörð, markaðssetningu og brautamerkingar. En 36 tímum áður en við ætluðum að ræsa fyrstu keppendurnar var skellt í lás út af COVID. En við heldum áfram og heldum hlaupið í fyrra. Áfram sóttum við styrki og nú til þess að efla markaðssetningu og kynna hlaupið enn frekar. Skráningar fóru úr 125 árið 2019 í tæplega 600 í fyrra og ætlum við að gera enn betur í ár. Gangi ykkur vel. Takk fyrir mig. Kæru styrkhafar og íbúar Norðurlands Eystra. Úthlutunarnefnd uppbyggingasjóðs hefur lokið við að yfirfara umsóknir styrki í sjóðinn og velja þau verkefni á grundvelli faglegs mats sem styrt verða í samræmi við sóknaráætlun Norðurlands Eystra. Við úthlutun styrkja gætt jafnræðis, hlutlægni, gagnsæis og samkeppnissjónarmiða. Nefndin fylgir verklagsreglum við úthlutun og eru þær reglur aðgengilegar á heimasíðu SSNE. Í ár leit nefndin sérstaklega til umhverfisþáttar í verkefnum í samræmi við áherslu sóknaráætlunar umhverfismál. Auglýst var eftir umsóknum í október og var lokafrestur skila þann 10. nóvember síðastliðinn. Alls bárust 158 umsóknar í sjóðinn sem skiptust þannig að 69 umsóknir voru í flokki atvinnuþróunar og nýsköpunar, 72 í flokki menningar og 17 umsóknir stofn- og rekstrarstyrki. Í heild voru umsóknir rúmlega 341 milljón króna. Til úthlutunar að þessu sinni voru 75 milljónir króna. Úthlutunarnefndin samþykkti að úthluta tæplega 30 milljónum í 27 atvinnuþróunar og nýsköpunarverkefni, tæpum 32 milljónum í 42 menningaverkefni og rúmum 12 milljónum í 11 stofn- og rekstrarstyrki. Það var mjög fjölbreytt flóra af umsóknum sem kom inn og mikill metnaður sem skein í gegn sem mjög lofandi og vottur drifkraft og dugnað á starfsvæði SSNE. Með aðeins 75 milljónir í höndunum var ekki hægt að styrkja nema hluta umsókna og margar þeirra ekki nema að hluta til þá upphæð sem sótt var En það von úthlutunarnefndar að styrkirnir komi að góðum notum og geri það að verkum að hægt sé að ýta verkefnunum vel úr vör. Að þeir hafi jákvæð áhrif hjá styrkþegum og auðgi atvinnu og menningarlíf í sveitarfélögunum í kring.
Ég vil þakka nefndarmönnum fyrir mjög gott samstarf og einhug í úthlutunarferlinu. Þá vil ég koma á framfæri kærum þökkum til þess frábæra starfsfólks SSNE sem aðstóðaði nefndina og hélt utan tölfræði og gögn í kringum vinnuna alla. En næst munum við heyra og sjá hvaða verkefni hlutu verkefnastyrk á sviði menningar. Gjörið þið svo vel. Fjóri listamenn frá 3 löndum vinna innsetningu á vikutíma umhverfismál í Braggan Yst á vordugum 2022, hvert frá sínu sjónarhorni, 2 karlar og 2 konur. Hver og einn listamaður mun koma með ný umhverfisverk í innsetninguna. Sýningagestir verða hvattir til að líta í eigin barm hvað virkni þeirra sjálfra áhrærir í umhverfismálum. Í mars 2022 ætlar Amtbókasafnið á Akureyri að lána út mennskar bækur. Á Mennska bókasafninu gefst tækifæri til þess að spjalla í hálftíma við einstaklinga sem vinna við ólík störf eða standa frammi fyrir framandi áskorunum. Dæmi bókatitla eru lögregluþjónn, ADHD, trans, flóttamaður, listamaður, múslimi, miðill og öryrki. Músík í Mývatnssveit er árleg tónlistarhátíð haldin á páskum. Fyrsta hátíðin var haldin 1998 og hefur starfið verið óslitið síðan. Músík í Mývatnssveit hefur þá sérstöðu að vera eina klassíska tónlistarhátíðin sem haldin utan höfuðborgarsvæðisins að vetrarlagi. Ungskáldaverkefninu er ætlað að veita ungu fólki á aldrinum 16 til 25 ára á Norðurlandi eystra tækifæri og hvatningu á sviði skapandi skrifa, stækka tengslanet þeirra, auka sýnileika og líkur á atvinnutækifærum í ritlist. Gunnólfsvíkur fjallið er svo blátt er sýning síldarævintýrið á Bakkafirði en sú saga er samofin þrotlausri baráttu kynslóðana við að halda mannlífi og byggð í Bakkaflóa. Segla þessa smáa byggðalags, þrjóskan og baráttan við að halda landi byggð er saga sem á erindi til gesta. Í Davíðshúsi, heimili skáldsins frá Fagraskógi, verður boðið upp á vettvang fyrir bókmenntaviðburði. Höfundar á svæðinu í bland við landsþekkta listamenn á sviði ljóðlistar, bókmennta og leiklistar er boðið að heimsækja Davíðshús, flytja eigi efni og segja frá hvernig þeirra sköpun fer fram. Daniel Bassini, Jón Þorsteinn og Steinunn Arnbjörg flytja tónlist kvikmyndatónskáldsins ástsæla Ennio Morricone í útsetningu Daniel Bassini. Tónleikar fara fram í Hofi á Akureyri og Bergi á Dalvík, þar sem leikin verður tónlist meðal annars úr Once Upon a Time in America og nokkrum góðum Spaghetti Westrum. Framhald á vinnslu við upptökur og gerð hlaðvarpsþátta Huldu skáldkonu, byggt á tónlist við ljóð hennar, bréfum, blaðagreinum, ljóðum og frásögnum. Tónlistarkonurnar Helga Hvamm og Þórildur Örvarsdóttir flytja í tali og tónum. Minjasafnið á Akureyri fagnar 60 ára afmæli árið 2022. Að því tilefni verður boðið upp á smiðjur af ýmsu toga fyrir ungt fólk á aldrinum 6 til 21 árs. Smiðjurnar endurspegla fjölbreytt starf Minjasafnsins og tengdra safna á afmælisárinu. Í þeim fengist við tónlist, leikfangagerð, leiki, ljóðagerð og ljósmyndir. Móðir kona Meja er verk sem fjallar kvenleika og konur í nútíma og fortíð. Verkið mun á einlægan og húmorískan hátt fjalla allt frá staðalímyndum, háðvísum og hárgreiðslum til MeToo, andlega áfalla og ofbeldi sem konur hafa orðið fyrir í gegnum tíðina. Árlega er haldin þjóðlega hátíð á Siglufirði sem hefur það að markmiði að kynna þjóðlega arf ólíkra þjóða og þjóðarbrota. Á hátíðinni hefur margs konar tónlist verið kynnt, auk þess sem íslensk þjóðlög sitja ætíð í öndvegi. Auk tónleika er boðið upp á námskeið fyrir börn og fullorðna og ýmsa fyrirlestra íslenskan þjóðlagaarf og tónlist annarra þjóða. Samspil frá nyrstu ströndum er fjölbreytt menningarhátíð þar sem gestum gefst kostur á að njóta skemmtunar, fróðleiks og útiveru. Dagskráin er til heiðurs skáldum og öðrum listamönnum frá Langanesströnd og tekur mið af nokkrum af meginþráðum í listsköpun og menningararfi svæðisins. Dauðans alvara er farsakendur gamanleikur með tónlist hið óumflýjanlega hlutskipti okkar allra að deyja. Eftir að hafa tekist á við fullorðinsárin í gamanleiknum Fullorðin ætla höfundar þess verks nú að leggja til atlögu við sjálfan dauðan. Verkefninu Flygilvinir sækja í sig veðrið á ný er ætlað að höfða til íbúa Öxarfjarðarhéraðs og veita þeim ánægju stundir við tónleikahald á Kópaskeri á vegum Flygilvina. Markmið verkefnisins er að standa fyrir 3 viðburðum, fá framúrskarandi tónlistafólk til að miðla íbúum Öxarfjarðarhéraðs af list sinni. Sumarið 2022 munu 3 myndlistamenn með sérstaka tengingu við umhverfi og náttúru dvelja, vinna og sýna afrakstur vinnu sinnar í einkasafninu í Eyjafjarðarsveit.
Við köllum þá sumarlistamenn einkasafnsins. Frjó afmælishátíð verður haldin í tilefni af 10 ára menningarstarfi í Alþýðuhúsinu á Siglufirði með 5 daga listahátíð. Þar mun koma fram sýnishorn af því sem gert hefur verið á undanförnum árum í bland við listviðburði sem ekki hafa áður komið í Alþýðuhúsið. Sultuplástur er heiti á fræðslu heimsóknum á hælið fyrir ákveðin árgang grunnskólana á Akureyri og nágrenni. Á hælinu er búið að setja upp áhrifaríka sýningu sögu berklana á Íslandi og nú er að gera að leyfa sem flestum að upplifa hana og hanna sérstaklega heimsóknir fyrir grunnskólanema. Verkefni miðar að því að varðveita og miðla þekkingu milli kynslóða með samstarfi við skólabörn og með því að skrásetja minjar sem eru aðalega ljósmyndir sem safnað hefur verið í gegnum árin. Myndirna þarf að yfirfara, skanna, merkja, útbúa texta sem á prenta á alplötur og setja upp. Pálshús leggur áherslu á að það sé lifandi safn, að viðburðir og sýningar séu upplýsandi, fræðandi og dýpki skilning sýningargesta en einnig að örva áhuga, þekkingu og að skoða hlutina frá nýjum sjónarhornum. Mannfólki breytist í slím er menningaverkefni í formi tónleikaraðar sem nær hámarki með tónlistarhátíð 22. til 23. júlí 2022. Lögð sérstök áherslu á frumsköpun og svæðisbundna menningu. Alþjóðlega gestavinnustofan Laumulista samsteypan býður listamönnum til Hríseyjar í lok ágúst í 7. sinn. 16 listamönnum er boðið að vinna skapandi samvinnuverkefni í 10 daga og notar hópurinn nærumhverfi sem innblástur fyrir skapandi vinnu og í lok dvalarinnar stendur samsteypan fyrir opnu húsi með uppákomum fyrir íbúa Hríseyjar. Er að ræða heimildamynd gerð skúlptúrs að risakonu Eddu í Eyjafjarðarsveit. Fylgst verður með Beate Stormó við vinnu sína ásamt fleirum sem að verkinu koma. Samhliða smíðinni verður fjallað hvaða merkingu kýrin hefur fyrir samfélagið í Eyjafjarðarsveit með viðtölum við bæði bændur og fræðimenn. Í stuttmyndinni Óð fléttast saman ólík listform og hverfast náttúruna þar sem hún spilar eitt lykilhlutverkið. Þema myndarinnar er konan á eyðibýlinu versus konan í náttúrunni og samtalið þeirra á milli. Það er áhugavert þegar mismunandi greinar spegla sig hvor í annarri. Kaktus er ekki bara fyrir listamenn að sjá listamenn, heldur tækifæri fyrir alla til að öðlast innblástur og nýja sýn. Pastelritröð er samfélagsverkefni á sviði menningar sem miðar að því að efla frumsköpun bókverka á Norðurlandi og miðlun þeirra til almennings. Verkefni skapar vettvang sem liggur á milli sviðslista, tónlistar, myndlistar og ritlistar og endurspeglar þannig verkefnaval og starfsvið fleiri skapandi aðila í dag, þvert á listgreinar. Steinunn Arnbjörg, sellóleikari og skáld, hefur á síðustu árum unnið að tónflutningi og við tónsmíðar og hefur hún gefið út þó nokkur lög, mörg byggð á hennar eigin textum og ljóðum. Í samvinnu við Fríðu Karlsdóttur munu þær vinna 4 vídeóverkum sem byggð verða á 4 lögum eftir Steinunni. Einnig fá þær til liðs við sér dansara og grafískan hönnuð sem gera verkin að margslungnum listaverkum. Boreal er alþjóðleg hátíð tileinkuð dansmyndum sem haldin eru á Akureyri. Fyrsta útgáfa hennar fór fram í nóvember 2020 í Mjólkurbúðinni í Listagilinu. Hátíðin skapar sviðspall til kynningar á vídeódansverkum með markmið að skeyta saman og erlendu listafólki, byggja brýr og hvetja til samstarfs. Berjadagar, tónlistarhátíð í Ólafsfirði, fer fram sem aldrei fyrr dagana 29. júlí til 31. júlí 2022. Gestum og gangandi gefst kostur á að njóta fáaðra tónleika með frábærum listamönnum frá föstudegi til sunnudags. Mikill harmur var kveðin að Grímseyingum og í raun þjóðinni allri þegar Miðgarðskirkja brann til kaldra kola 21. september 2021. Nú er stefnt að því að byggja nýja kirkju í Grímsey árið 2022. Verkefnið Kirkjan sem var er ætlað að styrkja menningarsögu eyjunnar og fjölga áfangastöðum ferðamanna og gesta í Grímsey. Verkefnið felst í því að bjóða börnum að taka þátt í rafrænni listasmiðju á vegum Listasafnsins á Akureyri. Smiðja verður tekin upp í safninu og sýnd á netinu, þannig geta börn hort á smiðjurnar heima hjá sér og unni verk sín í samvinnu við sína nánustu. Þeir listamenn sem leiða smiðjurnar eiga það sameiginlegt að hafa metnað til að vinna spennandi og áhugaverð verkefni með börnum. Tónlistarhátíðin Windworks er helguð blástursljóðfærum. Boðið verður upp á 18 tónleika í ágúst og fram í september. Röstin er tilraunakennd gestavinnustofa fyrir listamenn á Þórshöfn á Langanesi. Gestavinnustofan verður haldin í 5. sinn í lok júlí 2022. Röstin er vettvangur fyrir fjölbreyttan hóp listamanna til að njóta andrýmis, vinna listsköpun sinni, kynnast öðru listamönnum, samfélaginu á Langanesi og auðga bæjarlífið með uppákomum fyrir íbúa Langanesbyggðar.
Grunnskólinn á Kópaskeri var tilraunaskóli og kennsluhættir og viðfangsefni voru afar frábrugðnir því sem almennt tíðkaðist á 9. áratug síðustu aldar. Styrkurinn gerur hollvina samtökum grunnskólans á Kópaskeri fært að stíga fyrstu skrefin í átt að heimildarmynd einstakt skólastarf og heila kynslóð barna í leik og starfi á Kópaskeri. Svöngu ruslaverurnar eru skúlptúrar sem settir eru utan ruslatunnur. Þeir eru gerður úr þæðu ullarbrjónaefni sem þolir öll veður og munu prýða upp hengda ruslatunnur frá vori til hausts. Börn gleðjast við að fá að gefa þeim rusl að borða. Ævintýr á aðventunni er gleðilegur frumsaminn farandsöngleikur sem sýndur verður fyrir 6-10 ára nemendur í grunnskólum á Norðurlandi eystra á aðventunni 2022. Þórunn Guðmundsdóttir er handrits- og tónlistarhöfundur, Jenny Lára Arnórsdóttir sér leikstjórn, Björg Marta Gunnarsdóttir er búningahönnuður og flytjendur eru Jón Þorsteinn Reynisson, Björg Níelsdóttir og Erla Dóra Vogler. Stelpur filma er námskeið sem hvetur stelpur og kynsegin ungmenni til að vera virkir þáttakendur í kvikmyndagerð. Megin áhersla er lögð á að skapa öruggt rými fyrir stelpur þar sem allar skoðanir og hugmyndir eiga rétt á sér. Verkefni Mannhaf er bæði útilistaverk og listasýning. Verkið snýr að því hvernig plast við sjóinn getur orðið að eðlilegum hluta fjörunar í augum fólks og hvort með því að setja það í annað samhengi megi vekja hughrif og aukna meðvitund almennings á plastmengun í sjó sem raunverulegu og sýnilegu vandamáli í nærumhverfi okkar. Landkönnunarhátíð og verðlaun Leifs Eiríkssonar voru haldin í fyrsta sinn árið 2015 og hafa farið fram árlega síðan. Á hátíðina mæta landkönnuðir, vísindafólk og fjölmiðlar víðsvegar að úr heiminum og er horft bæði til fortíðar og framtíðar. Í myrkri eru allir kettir gráir. Er þriðja sýningin sem umskiptingar setja á svið, en eins og önnur verk þeirra er það frumsamið. Verkið er samsett úr 2 einleikjum og var frumsýnt í september 2021 og hlaut mikið lof áhorfenda. Sýningin hentar vel til ferðalaga og er stefnan tekin á að sýna hana vítt og breitt Norðurland eystra vorið 2022. Látra Björg, kraftaskáldið kloflanga, er karnivalískur kabarett ótrúlega ævi og örlög kraftaskáldkonunnar Látra Bjargar. Líf hennar var ævintýralegt en þar sem hún var kona, þá hefur ekki verið haldið jafn vel utan verk hennar og lífslaup eins og karlkyns samferðamenn hennar. Leikritið er hugsað til að kynna fólki betur þessa mögnuðu konu sem fylgdi ekki samfélagslegum gildum síns tíma og var með nefi fyrir neðan munninn. Báturinn Hermann fagnar á næsta ári 100 ára afmæli sínu. Hann hefur nú verið gerður upp og komið í sýningarhæft ástand. Hermanni er nauðsyn á heimili sem veran fyrir veður og vindum. Því skal reisa sjóbúð í gömlum stíl sem hýsi hann. Upptakturinn, tónsköpunarverðlaun barna og ungmenna, er samstarfsverkefni menningarhússins Hofs og upptaktsins í Reykjavík. Með upptaktinum er ungu fólki gefið tækifæri til að senda inn tónsmíð eða dröga henni og vinna markvisst úr hugmyndir sínum með fulltingi listamanna. Tónverk ungu tónskáldana eru flutt af atvinnu hljóðfæraleikurum á tónleikum og tónverkin hljóðrituð. Flóran er fjölbreytt, til hamingju kæru styrkhafar og gangi ykkur vel. Við hlökkum til að fylgjast með verkefnunum ykkar. Næst fáum við smá innsýn í störf Önnu Maríu Richardsdóttur, dansara og gjörningalistakonu. Hún ætlar að veita okkur þann heiður að frumsýna hér í dag stiklu úr myndinu hennar Var. Við mælum með að hækka í hljóðinu og njóta. Ég heiti Anna Ríkarsdóttir og ég er gjörningalistakona á Akureyri og ég starfað hér við list mína í yfir 30 ár. Til að byrja með þegar ég var ung kona þá gerði ég bara gjörningana af þörf og síðan fór Akureyrarbær að styrkja mig. Og seinna gat ég sótt styrki hjá Eyþing, svona stærri og veglegri styrki og gerði það. Og ég hef fengið í fjölda ára 1-2 styrki á ári frá SSNE og ef ekki væri fyrir SSNE þá væri ekki öll þessi verk til eftir mig. Takk.
Uppbyggingasjóður Norðurlands eystra veitir styrki í flokknum stofn- og rekstrastyrkir. Næst á dagskrá einmitt að heyra og sjá hvaða öflugu verkefni hlutu styrk í ár. Í þjóðlagasetrinu má fræðast margvísleg afbrigði íslenskra þjóðlaga, svo sem kvæðalög, sálma, druslur, barnagælur og þulur auk almennra þjóðlaga. Þar má einnig sjá forn hljóðfæri á borð við langspil og íslenska fiðlu og sérstök hljóðfæri eru ætluð gestum til að prófa. Starfsmaður seturs syngur einnig þjóðlög fyrir gesti. Dagskrá Alþýðuhússins árið 2022 samanstendur af 10 myndlistarsýningum í kompunu, 9 erindum á sunnudagskaffi með skapandi fólki, 3 stórum listahátíðum og smiðjum, fyrirlestrum, sirkussýningu, tónleikum, bókakynningu, ljóðadagskrá og listasmiði fyrir börn. Röstin, gestavinnustofa og Langanesbyggð halda áfram samstarfi sínu við mótun stefnu á menningarstarfsemi sem fyrirhuguð í gömlu beituskúrunum á Þórshöfn. En skúrarnir eru með elstu byggingum á Þórshöfn. Forystufé einstakur stofn á heimsvísu. Það aðeins til á Íslandi. Fræðasetur forystufé veitir upplýsingar, heldur út í sýningu það og verndari þess. Eitt af verkefnunum að stuðla rannsóknum og verkefnum tengdum þessu einstaka fé. Markmið Ljóðaseturs Íslands að kynna íslenska ljóðlist með lifandi hætti og að gera komandi kynslóðir meðvitaðar mikilvægi ljóðlistar í menningu okkar og sögu. Ljóðasetrið opið yfir sumartíman, á öðrum tímum árs tekið á móti hópum með fræðslu, ljóðalestri, söng og kveðskap. Jafnframt haldnir stakir viðburðir. Verksmiðjan stendur fyrir lifandi listastarfsemi með þá sérstöðu að vera hvort tveggja í senn skapandi verkefnarými þar sem að listin verður til og leið áhugaverður sýningarstaður í einstakri byggingu. Það má segja að þarna renni saman listin, öðruvísi arkitektúr, saga, samfélag og fallegt umhverfi. Markmið þessa verkefnis að bjarga sögulega mikilvægu húsi, síldarverbúðinni Óskarstöð á Raufarhöfn, húsi Óskars Halldórssonar, Íslands Bessa. Gera það að staðarprýði og fá því nýtt einstakt hlutverk og verðugan tilgang. Unnið að uppfærslu og endurgerð á sýningu Skjálftafélagsins á skólahúsinu á Kópaskeri. Unnið samkvæmt nýstárlegri hönnun fyrirtækisins Gagarín. Fyrir utan Skjálftan 1976 verða jarðfræði og náttúra svæðisins áhersluatriði og í samstarfi við Náttúruminjastofnun Íslands. Útgáfa Eurovision myndar Netflix færði Húsavík og Norðurlandi einstakt tækifæri til viðspurnu á erfiðum COVID-tímum. Eurovision-safninu og viðburðin tengdu því ætlað að svara þeim áhuga sem Eurovision-samfélagið sýnir Húsavík nú og að ýta undir vilja fólks úr því fjölmenna samfélagi til að heimsækja svæðið næstu ár. Menningarhús í Sigurhæðum leggur áherslu á daglegt líf og störf listamanna og frumgneista í hugsun samfélagsþróunar. Með opnun staðarins og kynningu á honum fyrir almenningi með gerð sögutengdra innsetninga og viðburða. Samgönguminjasafnið Ystafelli elsta bílasafn Íslands og hefur að skarta einu stærsta safni bifreiða á landinu. Þar einnig að finna margar gerðir af öðrum faratækjum og líka hægt að finna mikið á gömlu munum sem tengja samgöngusögunni og endurspeglar tíðaranda samfélagsins sem tækjakosturinn á rætur sínar í og lýsa vel lífinu í landinu á liðinu öld. Þetta verður spennandi ár, innilega til hamingju. Nú fáum við smá innsýn í hvaða þýðingu stofn- og rekstrastyrkir hafa fyrir öfluga fólkið okkar í landshlutanum. Komið sæl og innilega til hamingju með daginn og flottu verkefnin ykkar. Ég Hildur Henriksdóttir, ég myndlistarmaður frá Þórshöfn og ég ein af stofnmeðlimum Rastarinnar, gestavinnustofu á Langanesi, ásamt Auðlógu Gunnadóttur og Starkaði Sigurðarsyni. Við erum öll starfandi myndlistarmenn og þekkjum það mjög vel úr því umhverfi hvað svona styrkir geta verið virkilega mikilvægir, reyndar eiginlega bara nauðsynlegir til þess að svona verkefni geti gengið upp, þó þau séu unnin af hreinni ástríðu. Svo ég segi ykkur aðeins frá Röstinni, þá Röstin tilraunakennd 2 vikna gestavinnustofa fyrir listamenn á Þórshöfn á Langanesi og hún haldin hvert sumar. Við bjóðum völdum listamönnum alltaf 10 í senn og markmiðið að þau fá að koma og njóta andrýmis, vinna að listsköpun sinni, auðga bæjarlífum uppákomum og fá að kynnast og taka þátt í samfélaginu. Og Langanesbyggð hafa stutt rosalega vel við baki okkur og við fengið mjög góðan meðbyr frá bæjarfélaginu. Undirtöku listamanna hafa líka verið rosalega góðar en umsóknarfjöldinn eykst með hverju ári og við fáum umsóknir alls staðar á heiminum og það eiginlega erfiðast að þurfa að vísa fólki frá.
En hugmyndin að gestavinnustofa Þórshöfn hafi verið að gerðist í smá tíma hjá okkur, en Auður og Starkaður þau hafa unnið á byggðasafninu á Sauðanesi síðustu sumur og mig persónulega hafi lengi langað að geta komið aftur heim til Þórshafnar og geta unnið að einhverju skapandi verkefni sem tengist listsköpun. Ég sem sé ættuð og uppalin á Þórshöfn á Langanesi og þaðan fór ég í framhaldsskóla á Akureyri og einnig myndlistskóla og svo háskóla áður en ég fór í Listaháskóla Íslands. Þrátt fyrir að ekki verið búsett á Þórshöfn í meira en 15 ár, það eru ræturnar alveg rosalega sterkar og toga í mig. Svona þegar á hildarmyndina litið, þá ekki hægt að taka Þórshöfn úr hildi þó að sé hægt að taka hildi úr Þórshöfn. Og það svona svo ótrúlega gaman að geta búið fleiri skapandi einstaklingu tækifæri til þess að upplifa töfrandi heimahagana mína, tendra sköpunarkraftinn, upplifa víðáttuna, kyrrðina og upplifa frelsið undir stærsta himni í heimi. Það nú ekki beinlínis eins og sé offramboð af störfum í skapandi geiranum í smærri bæjarfélögum, en það engin ástæða fyrir því að þurfa að vera þannig. Ef ég tala út frá eigin reynslu þá snýst þetta bara kannski svolítið það að taka skarið í staði þess að bíða eftir því að næsti maður geri það. Enda urmull af flottu fólki með góðar hugmyndir all land. Og það frábært að geta sótt í styrki sem þessa til þess að ýta verkefnum úr vör til skamms tíma eða langs. Og það svo margt hægt að gera á svona stöðum, tækifæri sem ekki finnast annars staðar og margir styrkleikar sem felast einmitt í smæð bæjarfélagsins. Hvert sumar hefur verið svo ótrúlega gaman að verða vitni að þeim innblæstri sem listafólki okkar verður fyrir þegar kemur til Þórshafnar. Og það eitthvað sem hefði alls ekki getað sprottið annars staðar. Og til þess að geta skapað slíkan vettvang mikils virði að fá góðan stuðning. Og styrkurinn frá SSNE, hann mjög mikilvægur til þess að koma hlutunum í gang. Og við erum rosalega stolt af því trausti sem okkur hefur verið sýnt og þeim tækifærum sem við getum skapað fyrir listamennina okkar og þeim uppákomum sem að heimamenn hafi getað sótt hjá okkur. Og við þakkum innilega fyrir okkur og hlökkum ótrúlega mikið til þess að halda áfram og innilega til hamingju með daginn öll sömul. Þá komið að yfirliti yfir þau verkefni sem hlutu styrk á sviði atvinnuþróunar og nýsköpunar. Gróskan greinilega mikil. Verkefni snýst að bjóða öllum pólskumælandi grunnskólabörnum fría íslenskukennslu í gegnum Meritum vefsíðuna. Að ræða fyrirlestra, próf og útskýringar á hugtökum í stærðfræði, íslensku og náttúrufræði. Plöntumót lausnamót, hackathon og fræðsluvettvangur. Á plöntumóti býðst fólki að fræðast og keppast lausnir á sviði ágengra plantna. Leitast eftir að skapa umræðu og leita lausn á því hvernig mögulegt að koma í veg fyrir útbreiðslu ágengra tegunda sem og hvernig mögulegt að hagnýta tegundirnar til vöruþróunar. Íslenska ullin flokkuð í nokkra gæðaflokka og þeir verðminni sendir óunnir úr landi. Því viljum við breyta og þróa úr henni kempu. Kempa verður notuð til að þróa stoðefni sem nýtist í garða og listigarða. Stoðefni mun vera nokkra ára brotna niður og styður við jarðveginn á meðan svo hægt sé að stunda garðyrkju í Bratta. Gestastofa Móruna í Lóni í Keldukverfi mun taka á móti gestum og gangandi í opinni jurtalitunarstofu þar sem þeir geta fræðst íslenska ull og litun á henni með jurtalitun. Ilmurinn af jurtum mun liggja í loftinu og hægt verður að gæjast í potta þar sem ullarbandi liggur í litunarlegi af til dæmis beitilingi, barnálum eða lúpínu. Verkefni Leifur Arnar snýst að auka vitund á loftslags, umhverfis og auðlindar áhrifi matarsóunar og notkun umbúða fyrir tilbúin matvæli. Hvað verður matar Leif Arnar? Nýsköpunarfyrirtæki Green Fuel var stofnað til að þróa vistvæna framleiðslu á kolefnisfríu eldsneyti sem selt verður bæði á innlendum og erlendum mörkuðum. Fyrirtækið stofnað Íslendingum, Hollendingum og Dönum með bakgrunn í þróun orkulausna og vistvænni tækni. Gegnum árun hefur mest öllu afsalti sem fellur til við saltfisksframleiðsluna verið hent í sjóinn. Þar sem óásættanlegt að henda verðmætum sem hægt að fullnýta, ætlunin að framleiða bætiefnaríkan saltstein fyrir búfé. Ekta saltsteinn með fiskimjöli, sjávarkalki, selen, melasa og vítamínum. Mývastofa hefur búið til matastíg fyrir Þingeyjarsveit og Skútustaðahrepp undir formerkjum Taste Mývatn.
Til stendur að starfa með veitingahúsum og þróa matartengdar upplifanir fyrir ferðamenn í samvinnu við heimamenn og gera uppskriftir að hefðbundnum réttum frá svæðinu aðgengilegar. Fjarðargufan er fljótandi gufa sem hægt verður að njóta allan ársins hring og fyrirhugað er að setja upp í náttúruparadís á Ólafsfjarðarvatni. Fjarðargufan yrði fyrsta fljótandi gufan á Íslandi. Markmið með verkefninu er að skapa eitthvað nýtt og eftirsóknarvert og gufan myndi skapa mikla sérstöðu fyrir bæjarfélagið. Vísindaskóli unga fólksins er fyrir börn á aldrinum 11 til 13 ára. Hann hefur verið starfræktur síðan 2015 og er gert ráð fyrir að hann verði árlegur viðburður til framtíðar. Viðbrögð nemenda hafa farið fram úr björtustu vonum og stór hópur barnanna hefur tekið þátt í skólanum öll þau 3 ár sem þeim stendur það til boða. Verkefni snýst að kanna fýsileika þess að hraða innleiðingu orkuskipta. Miðað er við smærri báta og verður horft til þrenns konar notkunarmynsturs, smærri fiskibátar sem stunda dagróðra, þjónustubátar fyrir fiskeldi og bátar sem sinna ævintýra og ferðaþjónustu. Dregin verður saman þekking og reynsla af tækninýjungum í þessum geira víðum heim, ekki síst af Norðurlöndum. Nýsköpunarverkefnið er þverfaglegt samstarfsverkefni frumkvöðla á 4 bílum í Bárðardal, fræðimanna og hönnuða. Það nýtir menningararf, þekkingu og náttúruauð til atvinnu uppbyggingar á jaðarsvæði. Græn lamb er lambakjött framleitt af sauðfjárbændum í Keldukverfi á víðáttumiklu algrónu mó og kærlendi og stendur neytendum til boða frá og með haustinu 2023. Græn lamb byggir á vinnslu nýjustu gróðurfarsupplýsinga með hjálp sérfræðinga á sviði gróðurfars, umhverfismála og kolefnisútreikninga. Grímsey Design er hönnun með svartfuglsegg í forgrunni. Svartfuglsegg eru sóttir heiðurinn í maí og innihaldið tekið úr. Þá borar hönnuðurinn útlínur Grímseyjar og Íslands í eggin. Því næst er rekaviður úr 4 Grímseyjar mótaður sem standur fyrir eggin. Einungis náttúrulegur efniviður úr Grímsey eru notaðir í verkefnið. Þetta verkefni felst í því að safna GPS-hnitum á 80 göngu- og hjólaleiðum á Eyjafjarðarsvæðinu og gera aðgengilega með því að nota þá staðla sem krafist er og tryggja þannig sýnileika leiðana og leið fjölbreytni og styrk svæðisins á þessu sviði. Lífvarmi er nýsköpunarverkefni sem gengur út á að þróa einfaldar og ódýrar lausnir við upphitun á gróðurhúsum á köldusvæðum með svokölluðum jarðbatteríu og með virkjun varma sem myndast í niðurbroti á lífrænu efni í þartilgerðum þróm. Verkefninu er ætlað að búa til sjálfbærar lausnir fyrir landbúnað sem lið í átt að hringrásarhagkerfi og bættir afkomu. North East Brugghús verður bjórbruggun samhliða veitingastað og ferðaþjónustu á Bakkafirði sem gerir ferðamönnum sem og heimamönnum kleift að sitja á North East Restaurant með staðbundin ferskan mat og heimabruggaðan bjór og njóta útsýnisins yfir Langanesið, Hvalina eða Norðurljósin á ný uppgerðum Hafnartanga. Verkefninu er ætlað að undirbúa tæknivæðingu í skógarplönturæktun. Búnaður verður settur upp til að stjórna daglengd á plöntum og þar með vexti þeirra. Einnig verða að gera tilraunir með smáplöntur til að finna út ræktunarferla sem henta nýjum tæknibúnaði sem umplantar smáplöntum í bakka. Borin verður saman ræktun undir ledljósum í lokuðurými og ræktun í gróðurhúsum og áhrif aðstæðna við framhaldsræktun utandyra. STEM Húsavík snýst að koma á fót svæðisbundnu samfélagsmiðuðu STEM fræðslunuti á Húsavík sem tilraunaverkefni fyrir Norðausturland. Hlutverk netsins er meðal annars að greina styrkleika og hindranir og styðja samfélög til sjálfbærni gegnum STEM fræðslu. Reiðhjólaskrá.is er vefur sem heldur utan skráningu allra hjóla. Verkefni miðar að því að sporna gegn stuldi á hjólum hvers konar sem og að halda úti eigendaskrá og bjóða upp á eigendaskipti hjóla. Eins konar bifreiðaskrá fyrir öll hjól. Brúarfjósi verður með góðan sal og búnað fyrir alls konar viðburði, fundi, hljóðupptökur, gerð margmiðlunarefnis og fleira. Salurinn verður hannar með það í huga að hljóðvistin hendi vel kórum, hljómsveitum og ásláttursljóðfærum. Það hefur lengi verið draumur þeirra hjóna að skapa fyrsta flokks aðstöðu fyrir listafólk hvaðan að úr heiminum til að vinna að fjölbreyttum verkefnum á frábærum stað, í kyrrðinni, í nálægð við náttúruna. Markmið verkefnisins er að nýta sérstöðu Mývatnssveitar, einstaka náttúru, menningu og sögu til að byggja upp upplifunar og menningatengda ferðaþjónustu byggðri á hugmyndafræði Slow Travel. Markhópurinn er sjálfstæði landkönnuðurinn sem kýs óhefðbundi frí, ferðast á umhverfisvænan hátt og dvelur lengi á sama stað. Eftir brunan á fiskvinnslu félagsins í Hrísey í maí 2020 sem lamaði alla fiskvinnslu félagsins hefur félagið hafið starfsemi að nýju í einu eftir mikið átak. Forsvarsmenn félagsins hafa leitað leiða til að auka enn starfsemina og horfa nú til frekari fullvinnslu á því hráefni sem félagið hefur til ráðstöfunar.
Þetta vöruþróunarverkefni mun meta möguleika og verðmæti í frárenslisvökva kítínframleiðslunar og kanna notkun kryótækni til að þurrka og formúlera fjölþætt fæðubótarefni. Þessar nýju afurðir verða rannsakaðar með efna- og lífvirknimælingum hjá Háskólanum á Akureyri. Hér að ræða þróun á lyfi við heilaæðamýlildissjúkdómum og Alzheimer. Heilaæðamýlildissjúkdómar einkennast af uppsöfnun og útfellingu mýlilda í heilaæðum sjúklinga sem veldur aukinni áhættu á lífshættulegum heilablóðföllum, heilahrörnun og heilabilun. Meginmarkmið verkefnisins er að hefja fasa klínískra rannsókna á lyfinu í Evrópu og í framhaldi í Bandaríkjunum og víðar. Hlíðarfjall er einstakt útivistarsvæði sem býður upp á afþreyingamöguleika allan ársins hring fyrir heimamenn og gesti. Tími er komin til að byggja þar flotta aðstöðu viðbót við flóru athyglisverða staða til að heimsækja og nýta sér í ferðaþjónustu svæðisins. Verkefni gengur út á að gera fýsileikakönnun á slíkri byggingu og heildar fjármögnun byggingarinnar og rekstursins ef af verður. Með tilkomu ljósleiðratengingu í Hrísey aukast möguleikar á því að stunda fjarvinnu eða fjarnám úr eiginu fögru. Fjarvinnusetur Hríseyjar mun bjóða upp á aðstöðu bæði á heilsársgrundvelli eða til skemmri tíma. Verkefni snýr að því að stofna félag eða fyrirtæki aðstöðuna ásamt markaðssetningu með það að markmið að fleiri geti notið aðstöðunar. Innilega til hamingju og gangi ykkur vel. Ertu með frábæra hugmynd en vantar að komin í áfram? Þá getur þú sótt styrk. En hvar? Styrkir eru alls konar. Þeir geta verið opinberir styrkir, styrkir frá fyrirtækjum eða félagasamtökum. Áður en ráðist þér í umsóknir, skaltu kynna þér vel styrktarsjóði og úthlutunarreglur. Kynntu þér reglur sjóðsins og markmið. Hugsaðu hvernig þú getur hjálpað sjóðnum að ná markmiðum sínum. Þetta er samstarf. Er þetta eitthvað nýtt? Flestir sjóðir gera kröfu að þú sért að skapa eitthvað nýtt eða hafir nýja nálgun á þjónustu eða vöru. Það er mikilvægt að útskýra nákvæmlega hvað þú ert að gera sem samkeppnisaðilarnir eru ekki að gera. Hvað aðskilur þig frá þeim? Þekktu samkeppnina, markaðinn og markhópinn. Hvað er styrkt? Laun og launatengd gjöld. Aðkeypt þjónusta frá öðrum og þriðja aðila, ferðir, fundir, markaðsrannsóknir. En hvað er ekki styrkt? Vara eða þjónusta á samkeppnismarkaði. Kaup á húsnæði og tækjum. Vertu skýr í umsókninni. Minna er meira. Seldu þig og hugmyndina þína. Samfæringarkraftur og persónulegur stíll hjálpar. Talaðu hvaða ávinning verkefnið getur skilað. Er verkefnið kannski atvinnuskapandi eða er það fræðandi? Er líklegt að verkefnið verða veruleika? Byrjaðu tímanlega. Vandaðu þig. Styrktarumsóknin þarf að vera raunhæf. Enginn sjóður styrkir verkefnið 100% svo þú verður að leggja til eigið framlag. Trúverðugleiki er lykilatriði. Hugsaðu stórt en byrjaðu smátt. Landshlutasamtök veita stuðning til frumkvöðla á öllum stigum nýsköpunar. Kannaðu málið og pantaðu ráðgjöf hjá okkur. Kæru hátíðargestir. Ef að COVID-faraldurinn og reyndar nýafstæðið Evrópumóti handbolta hefur kennt okkur eitthvað, þá er það kannski ekki síst það að sókn er oft besta vörnin og uppgjöf er einfallega ekki valmöguleiki. Það er því sérstaklega ánægilegt í ár að sjá alla þær metnaðarfullu umsóknir sem bárust í uppbyggingasjóð Norðurlands eystra og hversu margar umsóknir eiga mikinn samhljóm með sóknaráætlun landshlutans. Þrátt fyrir allt þá er nefnilega full ástæða til bjartsýni fyrir okkar landsluta. Það er hins vegar vert að nefna þar alls ekki sjálf gefið að fjármagn fáist í gegnum þennan farveg. Þar sem að heimafólk fær sjálft að ákveða sína áætlun til sóknar og nýta fjármuni til að fylgja eftir þeirri áætlun. Undanfarin ár þá hefur fjármagn í þennan farveg verið skorið niður en sem betur fer þá er útlit fyrir að breytingar verði þar á sem er mikið gleðiefni. Ég vil því nýta tækifærið og hrósa sérstaklega þeim 2 ráðunautum sem koma að þessu málaflokki fyrir þeirra aðkomu, samstarf og fjármögnun, en annars vegar er að ræða innviðaráðuneytið og hins vegar ferðamála, viðskipta og menningamálaráðuneytið. Með því að þessi 2 ráðuneyti, ásamt sveitarfélögum og starfsvæði SSNE, setji fjármuni í farveg uppbyggingasjóðs, er heimafólki með lýðræðislegum og faglegum hætti treyst til mikilvægrar ákvarðanatöku ráðstöfun á opinberu fé
og það okkur mjög verðmætt. Áherslur sóknaráætlunar í okkar landshluta hafa nokkurt skeið verið annars vegar atvinnu og nýsköpun og hins vegar menningamál. Við gerð síðustu sóknaráætlunar þá var það eindregin vilji innan landslutans að bæta umhverfismálum við sem eina af megin stóðum okkar. Innan SSNE hefur ítrekað verið rætt hvort að fleiri ráðuneyti vilji ekki leggja til fjármagn í sóknaráætlanir landslutana og auka samstarf milli landslutasamtakana og viðeigandi ráðuneyta. Í ljósi áherslu landslutans og þá ekki síður þann stóra sess sem loftslagsmál skipa í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar væri sérstaklega vert fyrir nýtt umhverfis, orku og loftslagsráðuneyti að horfa til þeirra tækifæra sem slíkt samstarf myndi fela í sér. Ég og framkvæmdastjóri SSNE höfum sendt nýjum ráðherra málaflokksins áskorun þess efnis og bindum vonir við að fá jákvæðar undirtektir. En að lokum þá vil ég nýta tækifæri hér í dag og benda á að það er fjölbreytt starf innan SSNE. Heilmiklar upplýsingar má finna á heimasíðu félagsins og á samfélagsmiðlum og í mánaðarlegu fréttabréfi sem gefið út. Sérstök áhersla er lögð á upplýsingar, leiðsögn og stuðning vegna ýmissa þátta sem tengjast sóknaráætlun Norðurlands eystra og sérstaklega vert að nefna stuðning vegna umsókna í aðra sjóði enda leggjum við mikla áherslu á að auka hlutdeild þess fjármagns sem fæst inn á svæðið og styður við sókn landslutans. Þá vil ég óska öllum styrkþegum innilega til hamingju með úthlutunina í dag. Við bindum miklar vonir við að þær 75 milljónir króna sem úthlutað nýtist okkar landsluta til sóknar og uppbyggingar. Enn fremur vil ég þakka öllum þeim sem stóðu að þessari úthlutunarhátíð sem og fagnefndum fyrir þeirra starf. Gleðilega hátíð.